Það hasar í verkalýðsbaráttunni allavega hjá Eflingu. Það eru aðgerðir núna sem að beinast gegn verkalýðsfélagi sem heitir Virðing og Efling segir að sé það sem að kalla gullverkalýðsfélag, kerfiverkalýðsfélag sem að eigendur af veitingahúsum hafi stofnað sjálfur. Hingað kominn Viðar Þorsteinsson sem fræðslu- og félagsmálastjóri Eflingar. Velkomin. Takk fyrir. Verðum við ekki að fara og til þess að þekkja persónuleikur í þessu sveit, hvað það? Já, ekki bara svona rekja söguna. Sko. Já, ég telst til að það séu 2 ár síðan að sem sagt að það birtist þarna á radarnum hjá okkur í Eflingu þarna félag sem er nýtt af nálinni og sem að ber þetta heitir Sveit og sem er skammstöfun á samtök fyrirtækja í veitingarekstri ef ég man rétt og það er þar framkvæmdastjóri að nafni Aðalgeir sem að snýr sér til Eflingar og sem sagt óskar eftir sem sagt fyrst bara svona einhvers konar óformlegum samtölum og svo í kjölfarið sem sagt svona skriflegri, svona formlegri kröfu sem sagt kjaraviðræður og og ástæðan fyrir því að það kom nú lítið út úr sko þeim svona þessum óformlegum samtölum í byrjun og nú bara mjög svona einfaldar skýringar af því að það er það sem sagt þannig að Aðalgeir og Hrefna Björk Sverrisdóttir sem var með honum á þessum tíma í þessum viðræðum eigandi að veitingastaðnum Rok þau sem þetta leggja máli upp bara svona gagnvart Eflingu segja bara, laun eru bara of há í þessum geira og viljið þið ekki ganga til kjaraviðræðna okkur það að gera nýjan kjarasamning fyrir veitingageirann þar sem að launin verði lægri og við erum nú verið svona kannski svona svolítið báðum þau að bara endurtaka, bara skiljum við rétt að þetta sé það sem þið séu að leggja til og já, það var alveg skýrt þetta var það sem var að leggja til. Þá ekki sem að ég hef heyrt hjá til dæmis atvinnufélaginu það að dagvinna verið hærri en kvöldálagið lægra þannig að krafan sé að hækka launin en lækka kvöldálagið þannig að þeir sem að vinna fyrst og fremst á kvöld og helgar þeir séu kannski á lægri launum. Já, en fólk náttúrulega bara fyrst og fremst að vinna á kvöldin og það er ástæðan fyrir því að það er innan gæsalappa dýrt að vera með fólki í vinnu á kvöldin en það er samt auðvitað ekkert dýrt, þetta eru bara láglaunastörf. Jú, þetta er kannski sett í eitthvað svona búning en ég meina nettóniðurstaðan hún á augljóslega að vera svo að það verði hægt að borga fólkinu sem sé lægri laun. Þannig að það er ástæðan fyrir því að Efling tekur því auðvitað bara mjög fálega að ganga til einhvers konar viðræðna og þá er það sem sagt næsta skrefið hjá þeim var sem sagt að senda okkur svona einhvers konar formlegt erindi þetta, sko, svona formlega kröfu og ég meina við bara höfnum henni aftur og og erum auðvitað í millitíðinni bara í kjaraviðræðum við samtök atvinnulífsins náttúrulega sem sagt þennan kjarasamning sem er auðvitað bara samningurinn sem er í gildi fyrir fólk í þessum geira og það er svokallaður hótel- og veitingasamningur og hann er gerður við samtök atvinnulífsins og hefur alltaf verið og ég líka bara hann gildir þó svo að fyrirtæki séu ekki aðilar að samtökum atvinnulífsins. Já, við getum svo líka komið aðeins að því þegar við komum á dómsmálinu. Ég ætla bara samt að skjóta inn í að sko auðvitað eru bara fjölmargir veitinga rekendur sem auðvitað bara hafa kosið að vera í samtökum atvinnulífsins og eru þar með aðild að kjarasamningsviðræðum. Þeir hafa það flesti hverjir í gegnum samtök ferðaþjónustunnar og þar auðvitað hafa þeir fulla aðkomu að viðræðum og við vorum bara núna í síðustu kjarasamningsviðræðum við SA í bara heilmiklum viðræðum og tilfæringum og ýmsum málamiðlunum við aðila í þessum geira þannig að það er ekki þannig að það sé ekki í boði að vera í raunverulegum kjaraviðræðum við Eflingu sem sagt kjör í geiranum það er bara þú þarft að vera í samtökum atvinnulífsins til þess að gera það. En sem sé, eftir að við sem sagt bara gefum mjög skýra formulega höfnun gagnvart Sveit á því að ætla að ganga til þessara viðræðna þá er sem sagt næsta skref hjá þeim að draga Eflingu fyrir dóm og þá sem sagt Sveit bara krefst viðurkenningar félagsdóms sem er sem sagt dómstóllinn sem að úrskurðar
leikreglu vinnumarkaðar eins og Íslandi og sveit krefjast viðurkenningar félagsdóms á því að Eflingu sé skylt að ganga til þessara viðrana með þeim rökum að annars sé bara engin samningur í gildi af því að aðildarfélög sveit séu ekki aðilar að samtökum atvinnulífsins og þar af leiðandi ekki aðilar að kjarasamningum. Og það er náttúrulega bara skemmst frá því að segja að félagsdómur hann bara hendir þessu algjörlega út öfugu og sem ég held að ekki þurfa að koma neinum óvart sem að þekkir hvernig íslenski vinnumarkaðurinn er byggður upp, hann er náttúrulega bara byggður upp í kringum mjög svona breytt gildissvið kjarasamninga og það gildissvið er lögvarið og segir í lögum starfskjaralögunum svokölluðu að þau kjör sem samið er í kjarasamningum á hverjum tíma fyrir tiltekið starf á tilteknu svæði, það eru lögbundin lágmarkskjör í þeirri grein fyrir alla. Og það gildir líka fyrir félagsmann sem á einhverjum ástæðum kýs að segja, ég vil ekki vera í þessu stéttarfélagi og fyrir atvinnurekanda sem kemur og segir, ég kýs að vera ekki í þessu tiltekna atvinnurekandafélagi eða eitthvað slíkt. Þannig að þú ert í veitingahús og ég væri að vaska upp hjá þér, að þér ber að greiða mér samkvæmt taxta Eflingar, þótt að þú sett ekki SA og ég ekki Eflingu. Absolutt, þessi samningur er bara einfaldlega, hann bara hefur stöðu lögbundin og lágmarkskjara á Íslandi og félagsdómur hann bara hendir þessu algjörlega út, dómkröfunum er ýmist bara hafnað eða þessu er vísað frá og þetta er fyrir það bil ári síðan og nú hefur maður haldið að þegar menn væru búinir að fá úrskurðað ég get skilið að þeir hafa mögulega verið eitthvað fói út í okkur í Eflingu en þetta er bara dómur sem fellur sem er bara á grunni íslenskra laga, bara þeirra laga sem hafa verið sett á Alþingi gilda í landinu en þá er þessi hópur veitingamanna ekki af baki dottinn og grípur til þess ráðs að bara búa bara til sitt eigið stéttarfélag og þetta er það sem við urðum áskynja bara núna í síðustu viku við niðri á skrifstofum Eflingar vegna þess að það er bara félagsmaður sem er að vinna hjá veitingahúsi hér í bæ eða er að ráða sér vinnu á veitingahúsi og eða öll heldur það að vera að kynna nýjan ráðningarsamning og í þessum ráðningarsamningi eru bara atriði sem að hann bara skilur ekki og þar á meðal það að þessi búið að útvíkka dagvinnutímabilið frá klukkan 5 til klukkan 8 og hann gerir athugasemd við ráðningarsamningin við sinna atvinnurekanda og þá er komið tilbaka með nýjan samning og þá er þarna búið að setja inn vísun í einhvern kjarasamning sem að þessi maður hafði aldrei heyrt og skildi þetta ekkert hvaðan á sér stóð veðrið og bara sem betur fer þá var þessi einstaklingur bara réttinda meðvitaður og gerði það rétt í stöðunni sem bara koma með þetta strax til Eflingar og þarna sjáum við þetta nafn í fyrsta sinn, þarna Virðing stéttarfélag. Stórt nafn. Já, heldur betur og einmitt, þetta er eins og gertir í dag í svona þessum heimi sýndarmennskunar en já og við förum að kanna þetta mál og þá er nú ekki takt að finna neinstæðar í fjölmiðlum eða neitt í sjálfu sér opinberlega þetta en við finnum þó að það er komin vefsíða í loftið virðingstéttarfélag.is þar finnum við þennan samning og hann er líka inn á vefsíðu sveit og við náttúrulega förum bara að skoða þetta stéttarfélag, svokallaða stéttarfélag Virðingu og það náttúrulega bara afhjúpast bara við bara örstuttar athugun með aðstoð bara Google og svona þessara tækja sem að allir geta bara gert þeim með sér, að það er augljóst mál að þetta er sýndargjörningur, þetta er ekki raunverulegt stéttarfélag í neinum skilningi þess orðs. Og hvernig sérðu það? Við sjáum það bara því að þetta er þetta er stjórn og það eru í raun og veru, það eru einstaklingar sem virðast vera á bakvið, það er náttúrulega ekki hægt að sjá að séu einir félagsmenn eða neitt slíkt en það er stjórn og í henni eru 3 aðalmenn og svo 2 varamenn. Og þar sér maður strax einn stjórnarmaðurinn maður að nafni Jóhann Stefánsson ef maður rétt þetta er bara þekktur veitingamaður bara maður sem hefur bara 8 veitingahús rekur veitingahús rak tíma hamborgarafabrikuna á Akureyri rak tíma Lemon á Akureyri marga fleiri stað á Akureyri rekur núna stað sem heitir Litla Mathöllin á Akureyri þar sem eru nokkrir aðrir staðir saman svona undir einu þaki og maðurinn er atvinnurekandi og hann lætur skrá sig sem stjórnarmann í stéttarfélagi sem telur sig
bært til þess að fara og gera kjarasamning fyrir hönd verkafólks. Svo skoðum við þetta aðeins betur og þarna sem sagt önnur manneskja sem að sem sagt kemur í ljósa er viðriðin rekstur á veitingastöðunum hennar Hrefnu Sætran er sem sagt maki hennar yfirstjóra framkvæmdastjóri á fiskmarkaðinum og komið að rekstri þar barsinn sem er þar á hæðinni fyrir ofan og þetta tengjast þarna fleiri veitingastæðir inn í Skúli Kraftbar og fleira og við sjáum að þessi manneskja rekur sem sagt félag sem heitir Kampavínsfélagið sem er þar sem að í stjórn var hinn þekkti þáttastjórnandi Stefán Einar á mbl.is, það hefur verið þar í félagi. Það er innflytjandi af Kampavínu? Já, einmitt. Og og svo formaðurinn er sem sagt En hann er reyndur úr verkefnisbaráttu, hann var formaður VFR, Stefán Einar, vissulega, já. En hann er þó ekki aðilega að virðingu, beinn, en þetta er eins og hann sem sagt, er bara þarna í stjórn með sem sagt einum af þessum þessum meintu verkamönnum og svo er þetta formaður sem finnst nú mjög lítið ekki takt að sjá hans afrek nema þá kannski bara helst það að hann sem sagt vill svo til að hann á föður sem er veitingarekstrarmaður uppi á Ísafirði og þar sér maður síðan ákveðið minnstur því að þegar maður fer svo og skoðar hverjir í varastjórn þá kemur í ljós að þar er sem sagt 18 ára gömul kona sem er dóttir Hrefnu Bjarkar Sverrisdóttur sem er eigandi og framkvæmdastjóri á veitingastaðnum Rok og er einmitt ein af þessum sem hefur í gegnum öll þessi ár verið sem sagt einn helsti forvígismaður sveit og var tíma formaður sveit, var í þessum viðræðum við okkur þarna fyrir 2 árum síðan og þarna sem sagt 18 ára dóttir hennar er núna sem sagt situr þarna í varastjórn í þessu svokallaða verkalýðsfélagi og 5. manneskjan þarna er síðan virðist vera framkvæmdastjóri í Mathöll Garðabæjar. Þannig að þetta er rauninni með 5 manna stjórn svokallaðs stéttarfélags og allir þeirra eru sem sagt ýmist bara hreinir og klárir bara beinir bara rekstrar aðilar eða eigendur eða stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar að veitingastöðum og ef ekki þá eru þeir sem sagt börn þeirra. Og ég skal nú bara viðurkenna það að manni fannst þetta svona verulega ótrúlegt að verða vitni að þessu. Ekki að fela betur. Þetta meina það? Já, eða bara, ég meina bara hugmyndaflugið og bara að þú veist að láta sér þetta í hug að bara hafa hugmyndaflug, þetta sé eitthvað svona sem að siðvitmanns geti í raun og veru bara leyft manni að gera, þú veist, þegar að náttúrulega bara samband atvinnurekanda og launamanns er bara ákveðið verndað samband, það eru bara lög á Íslandi, eru lög stéttarfélög vinnudeilur, eru starfskjara lög og fleira og bara almennt siðferði náttúrulega bara, þú veist, það er bara viðurkennt að þetta eru ólíkir hagsmunir þarna sem takast á og þeir mætast svo í gegnum kjarasamningagerð og að láta sér detta það í hug að þú ætlir að fara þarna út og bara svona setja á þig hatt hins aðilans til þess að geta svo fengið út einhverja niðurstöðu sem að sé þér í hag. Maður hefur sjálfur unnið svolítið, ég unni við það núna í 6 ár að láta mér detta í hug einmitt svona alls konar leiðir til þess að berjast fyrir hagsmunum þú veist fólksins sem ég er að vinna fyrir. Mér hefur til dæmis aldrei dottið þetta í hug að ég ætti að fara og stofna gerfi atvinnurekendafélag og setja kannski setja bróður minn í stjórn eða jafnvel þú veist ættingja og vin og fjölskyldu og þar kemur þá einhver drauma samningur fyrir eflingafélag sem hægt verið svo að fara að reyna að tróða upp á atvinnurekendum. Ég hefði ekki haft hugmynd að flýða. Fyrir einhverjum árum að þegar Play var að byrja að þá var búið til svona gult verkalýðsfélag og það var ekki með alveg jafn skýr tengsl en samt nokkuð augljóst. Ég held að allir sem að skoðu þetta mál og sá þetta mál að hafi séð að þetta var eiginlega búið til stéttarfélag til þess að lækka kjör þeirra sem að unnu hjá Play miðað við samninga sem höfðu verið við flugfreyjufélagið og meins flugstjórana og eitthvað fleira, það voru allir í sama félagi. Ég held að þetta félag sé eiginlega ennþá við líði og að þegar að fara út í svona einhverja hluta bréfa útgáfu og fleira þá var talað að þeir myndu ná hagstæðir í samningum við starfsfólki heldur en Icelandair. Þannig að kannski hefur sveit hort á þetta að ég meina menn komast bara upp með þetta.
Já, ég meina það getur vel verið að þeir hafa fengið hugmyndina þaðan, ég meina hver veit, en en það samt aðeins önnur staða þarna bara svona lagalega séð vegna þess að það bara vill svo til að sko kjarasamningagerð við sem sagt flugfreyjur og flugþjóna á Íslandi hefur ekki verið bundin í kjarasamningum með þessa breiðu skírskotun sem sem grundvöldinu fyrir þessum dómi sem sagt félagsdóms. Það er að segja atvinnurekendur hafa ekki komið í formi atvinnurekenda sambands og gert þessa samninga heldur hefur bara Icelandair verið að gera beina samninga við flugfreyjufélagið þá bara störfin þar. Þannig að það er ekki til að dreifa þar svona geira samningi eins og hótel- og veitingasamningurinn er hjá okkur. Sem að eiga bara við tiltekið fyrirtæki. Já, það eru fyrirtækjasamningar, þannig að það eru auðvitað eins annað svona lagaumhverfi sem er þar á ferð sko. Þannig þeir gætu komist upp með það þarna í Play en þú telur að vera alveg fráleitt að Sveit geti komist upp með þetta. Já, ég held að það sé náttúrulega bara ég meina að þetta er algjörlega fráleitt og síðan þá þetta líka bara komum við að því að sko bara skoða bara hvað er í þessum samningi. Já, hvað er það sem að ég var að vinna hjá þeim og fengi borgað samkvæmt taxta virðingar en ekki eflingar, hver er munurinn? Já, sko það sem er gert þarna er að sko grunnlaunin sko, þau eru höfð aðeins hærri í byrjun samningstímans en svo trappast þau samt niður þangað til að munurinn á þeim og grunnlaunum í samningi Eflingar þangað til að sá munur og neikvæður sko. Þannig að þú endar í lok samningstíman á því að vera með sannlega lægri grunnlaun þó að þau séu hærri núna í byrjun og þetta er auðvitað svona hluti af blekkingarleiknum og það sem þeir ætla sér að nota til þess að reyna þá að narra fólk til þess að gangast inn á þennan samningaauðvitað. En það sem hins vegar skerðir kjörin langmest er sem sagt dagvinnu tímabilið sem þarna er verið að lengja alveg gríðarlega, verið að lengja það sem sagt 3 klukkutíma á virkum dögum sem að þýðir að þá klukkutíma færðu ekki 33% kvöldvakta álæði sem þú átt að vera með. Og það sem meira er að það er líka búið að afnema laugardaga. Mér finnst alveg sérstaklega svona skemmtilega ósvífið að það er búið að skilgreina laugardag bara sem í raun og veru venjulegan virkan dag þarna í þessum kjarasamningi sem er svona... Ég var barna þá var hann ennþá sko hálfur inni sem dagvinna. Já, en það ég held að ég hef verið úlingur þegar það datt. Já. Þannig að ég er gamall sko. Þetta er svona eins og kjarasamningur frá árinu 1924 fremur en árinu 2024. Og svo eru bara ótal önnur atriði í þessum samningi sem verið er að skerða og taka af. Það er sem sagt eingöngu sko sem sagt hið lögbundna lágmark í orlofsrétti. Það er ekkert af því sem hefur verið bætt við í kjarasamningum Eflingar og SA sem er alveg verulegt. Það kemur aukninga í hlutfalli starfsaldur. Það er búið að skerða veikindaréttin. Þú átt ekki að fá greitt sem sagt í raun og veru staðgengilslaunin sko. Það er að segja eins og þú hefðir raunverulega bara mist út vaktina þína sko með þá álögunum heldur áttu bara að fá dagvinnukaupið. Og það er bara fleira og fleira. Þetta er bara alveg langur listi af alls konar svona atriðum sem er verið að bara sníða af fólki og hirða af því alls konar réttindi. Og við reiknum út að miðað við manneski sem væri að vinna í svona hefðbundnu 2-3 vaktarúllukerfi eins og er mjög algengt í þessum bransa þá er þetta svona 50.000 krónur rúmar sem er verið að bara hafa af þér. Sem þetta fólk er bara að stela. Já, sem þeir eru bara að stinga í vasan og að frátöldu öllu hinn. Þú veist að frátöldum sko skertum veikindarétti, skertum orlofsrétti og öllu hinnu sem er þarna inn í. Þetta er rauninni alveg ótrúlega lesning að setja sig inn í þetta. Ja, nú er eins og félagsdómur ítrekkaði og flestir ættu að vita að samningarnir sem að þið gerir við þessa eru lögbundnir samningar og það er ástæða fyrir því að það er ekki talað lágmarkslaun á Íslandi eins og er víða. Það er út af þessu að samningarnir eru raunverulega lágmarkslaun og það er óheimilt að greiða undir þeim samningum. Já. En þannig er fólk að gera það. Já. Og hvað hringir þú þá í lögguna eða hvað gerur þú? Já, við náttúrulega munum bara, grípa til bara allra lagalegra aðferða sem að hægt er, augljóslega. Ég meina, það er bara mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig þetta eigi að standast fyrir dómi, bara ef að gerð er launakrafa. Bara einstaklingur kemur og gerir launakrafa og segir, ég samþykkti aldrei þennan kjarasamning, hann var ekki borin undir atkvæði félagsfólks, það er ekkert félagsfólk á bakvið hann, virðist vera.
og svo þetta bara fyrir utan það samningurinn sjálfur felur í sér atriði sem að virðast vera lögbrot, þar að segja það verið að fara neðar heldur en kveðið á í þarna lögum orlofsrétt og lögum veikindarétt, það eru líka lög til staðar. Það er bannað að þú ert í sterkri stöðu að þó svo ég skrif undir samning þannig ég afsalar með réttindu sem ég á rétt á, að þá gildis á samningur ekki að því þú ert þessi kalla misneyting. Jú, bara, svo þetta bara það líka, ég meina það bara í íslenskum hegningarlögum náttúrulega bara ákvæði það að það það er bara refsivert að beita fólk blekkingum til þess að auðgast á því, það er alveg á tæru. Afsala sér réttindur. Já, það er alveg á tæru og ég meina og það er náttúrulega bara augljóst mál að þetta er blekkingarleikur og þetta er bara hugsað til þess að blekkja fólk og þær fregnir sem við erum að fá núna eru þær að svona fyrirtæki séu mögulega að taka það fram að við erum ekki með mjög mörg staðfest tilvik að sem sagt verið sé eitthvað að reyna að innleiða þetta en sem sagt okkur virðist sem að einhver fyrirtæki séu á þeim buxunum að reyna svona að fasera þessu svona inn einhvern veginn gagnvart nýjum starfsmönnum og þá væntanlega treystandi á það að nýju starfsmennirnir séu þeir sem eru þá hugsanlega líka bara nýjir á íslenskum vinnumarkaði, bara ungt fólk sem að mögulega bara veit kannski ekki mikið stéttarfélög eða slík réttindi nú eða innflytjendur sem eru að koma hingað til lands bara nýkomnir, koma á einhverju allt öðru umhverfi, hafa ekkert endilega sjálfstraust eða tungumálafærni til þess að fara eitthvað að spurja gagnrýna spurninga það hvað er verið að láta þá skrifa upp á, kannski bara fegnir að þessi verið að bjóða þeim einhverja vinnu og þannig mér sýnst að þetta sé planið að innleiða þetta með sem sagt svona blekkingar aðferðin. Þú talaði við hann Breka Karlsson í Neytendasamtökunum svona veika rétt almennings í sambandi við svona hópmálsóknir og annað slíkt. Það er ákveðin galli í þessu að þið finnir kannski 4 sem að hafa verið neyddir til að skrifa þetta samning og þið getið farið og þið munum vinna það mál. En það eru kannski hópur sem eru þá 40 eða 400 sem eru með sömu stöðu sem að fyrirtækin eru ekki dæmd til þess að leiðrétta launin hjá. Það getur verið erfitt að ná þessu mál, þannig að mikilvægt fyrir að reyna að stoppa þetta í fæðingu. Já, ég held að við þurfum bara svona svolítið að sjá hvernig þetta æxlast. Nú erum við þegar búin að heyra frá atvinnurekendum sem að fengu heimsóknir í dag og í fyrradag frá trúnaðarmönnum okkar sem að voru í því að fara á vinnustæðina og dreifa svona kynningarefni þetta og hvetja félagsfólk til þess að láta okkur vita ef það hafi orðið fyrir þessari svikamylu. Og ég er búin að heyra fleiri en einu og fleiri en 2 frásagnir þar sem að leið og okkar trúnaðarmaður gekk inn á veitingastæðin í vestinu, þá var þar veitingamaðurinn framkvæmdastjórinn bara mættur og sagði bara ég er ekki í sveit og bara láta ykkur vita strax að ég kem ekki nált þessu. Og við heyrðum jafnframt dæmi eitt sem að sagðist hafa fengið kynningu á þessu fyrir einhverjum vikum síðan frá sveit og sagðist hafa sagt sig úr sveit bara þann sama dag. Vegna þess að sem betur fer þá eru atvinnurekendur sem að bara hafa bara sómakennd sem segir þeim að þetta er eitthvað sem maður getur sem maður tekur ekki þátt í. Þetta er líka bara réttum megin við lögin Réttum megin við lögin og réttum megin við bara almennt siðferði. Viðar, takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá stéttabaráttunni. Hún á sér stað líka þarna, bara við uppþvottavélina. Takkilega. En við sittum hérna áfram við rauðaborðið og reynum að skilja þetta samfélag sem er alltaf að breytast, en við reynum að elta það. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.